Það náttúrulega hækkunin á Amarok sem að rýkur 10% í morgun. Rýkur upp í morgun. Í kjölfar þess að forstjórifélagsins Eldur Ólafsson, hann fer í viðtal á Bloomberg í gær og síðan á CNBC og bara mjög flottur í þessu viðtölum. Og hann hefur Býr hann eitthvað í Bandaríkjunum eða eitthvað, veistu það? Nei, ég held að hann býr nú fjölskyldan á Íslandi og svo hann eðli máls annan fótinn í Grænlandi eðli máls mjög mikið þar og hann bettir á að félagi var í það mund að vera stæðsti skattgreiðandi á Grænlandi og hann í þessu viðtali held ég að hann hafi skorað mjög bara vel eins og ég ekki hissa á því eftir að kom mér í viðtal hérna nú með í löngu viðtal við þig núna í haust og þannig að það kemur ekki óvart og ég held að eins og var upplifið þá og hann betti á að félagið þetta til mikil lykil að mörgu því sem framundan inn í Grænlandi og þeir eru með leyfi þarna og þekkinguna hann eins og hann fór yfir það var byggt flugvöll þarna reynilega var það ekki eða næstum því allavega held ég þeir ekki þátt í því held ég þeir nota þyrlur mikið þetta náttúrulega það ekki hægt að tala að Grænland sé innviða skuld það bara engir innviðir þegar það kemur Sonu Trumps lendi nú á okkur flugvölli þannig var það ekki það komið nýr mjög glæsilegu flugvöllu við Núk Kristján Már hefur hann hefur nú kynnt það til sögunar okkar gamli vinur á DFF hérna fyrir 40 árum. Herðu, ég veit ekki Íslandsbanki enn að hækka 149 morgun. Þar við eftir að sjá hvað kemur út úr hluthafafundum. Nú saman ef við förum kannski ardan með það þarna, það Íslandsbanki. Glærur hér uppi. Það Amarok upp þarna, það Íslandsbanki enn á uppleið, það sem sagt, núna það 36 milljarðar sem munar. Sem sagt að hérna ég alltaf Siggi ég nefnilega í þessu útboði ég alltaf að pæli því hvað ríkisstjórnin fór á misfið eða hvað skattgreiðendur þú ert náttúrulega tengið svolítið skattgreiðendur það skiptir þá máli hvort að þarna hefur bara hreinlega verið illa farið með fjö ég er svona ég er ekki alveg skattgreiðin á þetta og þú við erum að tala um það stóra myndin að við hjálpaði að fá að losa hlut ríkisins. Ég held að það var aðalatrið að félagið var það ekki bara í rauninni þetta var notað til þess að greiða skuldir sig þetta í mál líka vonandi að það sé rétt vonandi, en argrisluðan fóru þá á móti þegar þú greiðinu skuldir það minga einhverjum líka vonandi þetta fari ekki allt í starfslokasamninga við ráðherra Flokks fólksins